prófar ástand bílaraflugunar þinnar eins og veturinn. Og ekkert afhjúpar raunverulegt ástand ræsiraflugunar þinnar eins og álagsprófari. Hvað raunverulega býr í raflugunni kemst þú ekki að þegar hún tóm, heldur við, álag. Þess vegna fékk ég lánaðan þennan búnað hjá Inimax og ætla að skoða 4 mismunandi raflugur. Ég heiti Tómo Krausinski og fyrsta raflagan Vasta Black frá árinu 2012, lítið notuð og nokkuð vel viðhaldin. Önnur merki Starling sem felur í sér Exeter raflögu. Framleiðsla einnig 2012. Og næsta raflaga aftur Varta að þessu sinni silver og í litum Bimmo framleitt í júlí 2005. Þetta því raflaga sem framleiðandinn afhendi með nýjum bíl þar sem hún þjónaði í 14 ár og myndi enn virka ef ég hefði hjarta til að pína hana með köldum stertum á 2 lítra turbódísil í vetur. Hún gaf ekki mikið lengur, en á sumrin startaði hún án hiksta. Hér sjáu þið að vélinn þarf allt annan startströmm á veturna, en á sumrin. Raflagan heldur spennunni, yfir 12,6 voltum eftir hleðslu án álags, svo það ekki augljóst að hún sé ekki alveg í lagi. Hvernig hún í raun og veru komumst við að, með álagstester. Og loksins ég með nýja Exit Premium sem hefur komið, í staðinn fyrir Vasta raflöguna. Eftir það bil mánaðar notkun ætti hún enn að vera eins og ný. Hún hefur mesta afkastagetu og tilgreindan startströmm af öllum prófum raflögum. Til að prófa startraflögur valdi ég tækið 600. Auk þess að prófa sjálfa bílaraflöguna getur tækið einnig prófa startarann, nánar tiltekið mælt straumnotkun hans, og mælt einnig hleðsluspennu alternatórsins og spennustígisins þegar hvort hleðslan virkar rétt. Tækið getur unnið með raflögur með nafnspennu 12 og 20 og 4 volta upp að afkastagetu 200 ampestunda. Hítasti raflögunar við álagsprófun verður að vera að minnstakosti 16 gráður á Celsius. Í þessum varflokki skapti ekki búast við að prófarinn sýni þér raunverulegan hámarksstraum sem raflagan fær að veita. Hins vegar getur hann á grundvelli ákveðins straumálags skráð spennufall raflögunar sem gefur til kynna raunverulegt ástand hennar. Hægt að prófa bílaflögu í bílnum eða þegar hún tekin úr ökutækinu. Við hlæðjum alltaf raflöguna fulla fyrst. Við mælingu í bílnum tengjum við fyrst bláa klemmuna við jarðtengingu raflögunar, rauða klemmuna við jákvæða skautið á raflögunni og svarta við neikvæða skautið. Utan ökutækis munum við aðeins vinna með bláu og rauðu klemmuna. Svarta klemmuna verður ekki tengd og má ekki snerta aðra klemmur. Við stillum getur prófara raflögu með potentiometer og ítum á og höldum rauða takkanum. Á meðan fylgjumst við með spennunni á voltmælirinn til hægri. Vísirinn stöðvast eftir nokkrar sekundur og við sjáum hversu mikið spennan á raflögunni hefur fallið undir álagi. Ef hún henst yfir 10,5 voltu raflagan í lagi. Ef hún á bilinu 10 til 10,5 volt hún í verri ástandi og við getum átt í vandræðum með að ræsa í vetur. Jæja, og ef spennan lægri en 10 volt raflagan ekki fær að veita nægjanlegan straum fyrir vetrarstart. Amperimælirinn vinstra megin sýnir álagsstrauminn til leiðbeiningar. Og athugið, við höldum ekki takkanum niður í lengur en 5 sekundur. Ef raflagan fær að ræsa, getum við haldið áfram með mælingu og startara, afturnatór og spennustilli. Ég skráði niðurstöðu mælingana í töflu sem sýnir að elsta raflagan fellur undir 10 volt við álag. 2 raflögur framleiddar árið 2012 halda sér nokkurn megin, en í frosti munu þær eiga í vandræðum með endurteknar ræsingar. Og ef þær eru ekki nægilega hraðar hætta á bilun. Og loks nýja raflagan þolir endurtekið álag, án þess að spennan falli, undir 10,5 volt. Ef við erum ekki að fara í álagspróf, getum við mælt hleðslustig raflöguna með hvaða voltmæli sem eða fundið það út frá þéttleika raflausnarinnar. Þetta á þó aðeins við svokallaðar flæðandi raflögur sem hafa aðgang að raflausninni. Mælingin framkvæmd með brotstöðlamæli, sem tæki til að mæla ljósbrotstöður. Brotstöðlamælar geta verið sjónrænir eða rafrænir og í bílaiðnaðinum notum við þá frekar til að mæla frostþol kælivökva og rúðuvökva. Til að ákvarða eðlismassa vökvans nægir að taka 2 til 3 dropa af lausninu með pípettu. Á brotstöðlamælinum lesum við síðan af eðlismassa raflausnar í kílóum á lítra eða frystipunkt lausnarinnar í gráðum á Celsius. Jæja, og þegar við erum að tala vökva, þá ég með eitt gagnlegt tæki sem fljótt athugar ástand bremsuvökvans. Prófarinn sýnir, með því að setja skynjara í jafnvægisstanginn, hver raunverulegur suðumakkið Ef það lægra en gildið sem mælt með fyrir einstaka gerðir bremsuvökva, ættir við að skipta honum út tafarlaust. Við skulum snúa aftur að ræsiraflögunni.
Almennt séð þá líka þeim best þegar þær eru fullanar. Langtímageymsla í hálfkenndu ástandi skaðar þær eins og ofhleðsla. Fylgist því með ástandi rafhlöðunnar eins oft og mögulegt og ef þið komist að því að spennan hennar í hvíld er minna en 12,6 volt, hlaðið hana með ytri hleðslutæki. Og ekki vera hrædd við að hlaða hana hringa í bílnum. Ef þið hafið gott hleðslutæki, gerist ekkert. Athugið einnig virkni hleðslukerfis bílsins. Rafhlaðan mun launa ykkur fyrir rétta umönnun, með langri endingartíma. Tengla á allar vörur finnið þið í lýsingunni undir myndbandinu. Gerist áskrifendur og með því að smella á bjöllutáknið stiplið ykkur til að fá tilkynningar. Ný myndbönd. Það gleður okkur einnig að þið gefið lík eða setjið uppbyggilega athugasemd. Jæja, ég hlakka til að sjá ykkur í næsta myndbandi frá Unimax verkstæðinu.